Síðasta myndbandi fórum við hvernig við getum gert einfalda tíðnitöflu, en nú ætlum við að gera svokallaða fullkomna tíðnitöflu. Hún með fleiri dálka, fleiri útreiknaðar stærðir. Og við viljum halda þessu blaði eins og það þannig að við getum flett upp í því síðar hvernig hlutinni voru gerðir. En við þurfum að nota þessa töflu sem voru búin að búa til sem grunn fyrir fullkomnu tíðnitöfluna. Þannig að við skulum taka bara allt innihald af þessu blaði og afrita yfir á annað blað. Þannig að við smellum inn í hornið til að velja alla reiti á blaðinu. Svo veljum við copy. Förum við niður í vinstra horn þar sem svona hringur með plús. Það ætti allan að vera eitthvað plús þarna sem við getum smellt á til að fá nýtt blað. Og hér í fyrsta reit A1, ýtum við bara paste og þá erum við komið með afrit af öllu sem stóð á hinu blaðinu. Þetta nýja blað skulum við kalla fullkomin tíðnitöfla. Tvísmellum hérna á nafnið hérna niðri, fullkomin tíðnitöfla. Okay. Þannig að við vinnum bara á þessu blaði núna. Við þurfum ekki að nota hérna minnst og mest, þannig að við getum valið þá reiti og annarkvæmst gert delete og eitt reitunum alveg, eða gert bara clear content og þá hverfur í burtu, eða nota delete á lyklaborðinu. En við ætlum að bæta við þetta dálki í töflun okkar sem heitir safntíðni eða samanlegtíðni, það svona sami hluturinn. Þannig að við setjum það safntíðni. Og tíðnin alltaf merkt með F, þannig að við getum skrifa bara safn F. Og hér ætlum við að láta koma hérna safntíðnina. Hún á að vera sem þannig að hún á að safna upp hvað eru margir bekkir með þennan fjölda nemenda eða minni. Þannig að í reitnum til dæmis hér, í safntíðni fyrir 21 nemenda, þá ætlum við að finna hvað eru margir bekkir sem að hafa 21 nemenda eða færri. Og það sem við gerum að við notum sum skipunina til þess að reikna þetta út. Skrifum bara hérna jafnt og til að byrja að skrifa formúlu. Jafnt og, svo skrifum sum, við opnum sviga og nú ætlum við að taka tíðnina hérna inn í, smellum við á tíðnina og svo skrifum við bara tvípunkt og þá fyllir Excel sjálfkrafa inn í að þetta ætti að vera summan frá reit E2 yfir í E2 og þetta akkurat það sem við ætlum að gera. En eina sem við ætlum að breyta hérna að við ætlum alltaf að hafa fyrri reitin, E2 hérna fyrir framan tvípunktinn, hann á alltaf að vera E2. Við ætlum að taka þetta alltaf frá efstu línu og niður í línuna sem að formúlunni skrifið í. Þannig að hér viljum við hafa dollaramerki fyrir framan fyrri tvistinn, en ekki fyrir framan þennan seinni. Þannig að þetta er að sum, opna sviga, dollaramerki 2, tvípunktur, 2 í svílokast. Þið getið alltaf stoppa myndbandið og spóla tilbaka ef þið ykkur finnst þetta að vera hratt. Svo hægt að stilla það líka á hægari spilun. En við sjáum það, samanlega tíðnin fyrir 17 bara 2, en ef við förum hérna á litla kassan í horninu og notum fill, þá getum við dregið hérna niður og þá sjáum við að þessar tölur hækka alltaf. Ef við gerum það rétt, þá ættu þær alltaf að hækka, aldrei að lækka. Og við ættum að enda með töluna 24 í neðstu línunni sem ætti að vera sama tala eins og heildarfjöldin. Og nú eru þessar tölur þannig að þessi 2 bekkir til dæmis sem eru 17 manna, þeir eru alltaf taldið með. Þessi 2 bekkir eru partur af þessum 23 sem eru 27 manna á minni. Og þessi 2 bekkir eru líka hluti af þessum 20 bekkjum. Þannig að raun og veru búið að telja þessa 2 bekki hérna, þessi hér, það er búið að telja á með í öllum línum. Og þessir 5 bekkir hér, það er búið að telja þá með alveg frá þessari tölu 20 og líka í hinum 3 fyrir neðan. Þannig að fyrst við erum að margtelja
sömu bekkina, þá ekki viðeigandi að setja neitt í samtalsreitin í þessum dálki. Það getum við merkt bara með því að gera gráan eða eitthvað svoleiðis, en það á ekki að standa hérna og við ætlum ekki í AutoSum til þess að reikna út einhverja heildartölu hér. Næsta skref hjá okkur að reikna hlutfallstíðni og hún skrifuð hlutfallstíðni eða bara hlutfallstíðni, hún oft táknuð F deilt með N. Hlutfallstíðnin segir okkur bara hvað eru þessi 2 bekkir sem þessum eru 17 nemendur, hvað þetta stór prósenta af, hvað þetta margar prósentur af heildarfjöldanum þessum eru 24 bekkir, hvað þetta stór partur af heildinni. Og við reiknum þetta bara með því að gera jafnt og við veitum að prósenta bara hlutfall með heild, þannig að við tökum hérna tíðnina í þessari línu og deilum með heildarfjöldanum sem vilt kallar N og í þessu tilfelli 24 í reit E14. Nú ætlum við aftur að nota fill til þess að fylla hérna niður, en þá þurfum við að passa það. Við ætlum að taka alltaf töluna sem í viðkomandi línu, en alltaf að deila með heildarfjölda. Þannig að til þess að fill fari nú ekki að breyta línunúmerinu fyrir rauðu tilvísunina, þá setjum við dollaramerki fyrir fram á 14. Ítum síðan á enter. Þá fáum við 0,0833 eitthvað. Þetta alveg vissulega rétt, en þetta kannski ekki alveg nógu gagnlegt, þannig að við setjum þetta yfir í prósentu. Og ef þið farið hérna upp á miðjan skjá, það bil miðjan skjá og finnið hérna það sem stendur number og þar svona prósentutakki, getur smellt á hann og þá breytir Excel þessu yfir í prósentu. Og við getum líka bætt við aukastöfum. Það getur verið gott að hafa fleiri aukastafi, sína allan einhverja aukastafi og þá notum við þess að takka hérna sem sagt fjölga aukastöfum, increase decimal eða fækka aukastöfum, decrease decimal og við fjölgum þeim og geta hafa kannski 2 aukastafi. Og þegar þetta komið þá getum við notað fill til þess að bara draga þetta hingað niður og þá sér Excel það að uppfæra allar tilvísanir, þannig að það alltaf vísað í reitin, tíðnireitin í viðkomandi línu, en við erum alltaf að deila með heildarfjölda. Þegar við erum búin að fylla þetta niður, þá notum við AutoSum til þess að finna heildarhlutfallstíðnina og þá ættum við alltaf að fá 100%. Þannig að ef við fáum ekki 100% í heildina hérna, þá eitthvað skrítið í gangi. Síðasta sem við ætlum að gera safnhlutfallstíðni. Þannig að við gerum þetta safn eftir með N, safnhlutfallstíðni og hafa þetta svona sama útlitið. Við höfum 2 leiðir til að gera það. Við getum annaðhvort reiknað hlutfallstíðni út frá safntíðninni. Þannig að við tökum alltaf safntíðnin og deilum með heildarfjölda. Eða við getum reiknað safntíðni út frá hlutfallstíðninni. Það að segja, við getum notað svona sömskipun til þess að safna upp þessum hérna tölum. Og báðar aðferðirnar gefa sömu niðurstöðu. Ég að hugsa að nota bara fyrri aðferðina núna. Ég geri hérna jafnt og, ég smelli hérna á safntíðnina fyrir þessa línu og deili. Skástríkt að deila og svo smellum við á 24 sem heildarfjöldin hérna niðri og alveg eins og áðan þá ætlum við að festa línunúmerið í rauðu tilvísuninni þannig að við fáum hérna F2 sem safntíðnin deilt með E14 sem heildarfjöldin. Við ítum á enter hérna og alveg eins og áðan skulum við gera þetta að prósentum og aukastafi og nú getum við dregið þennan reit niður. Fyllta niður. Og þá erum við aftur komið með svona safntíðni. Þetta safnast upp og ef allt rétt gert þá ættum við að enda hérna í 100. En við finnum ekki heildarsummu út af þessu dálki. Sömu ástæðum eins og við gerum það ekki fyrir safntíðnina. Þá erum við komið með fullkomna tíðnitöflu.